Dagur íslenskrar tungu mjög mikilvægur fyrir okkur. Tungan svo snar þáttur í okkar menningu, í okkar ímynd. Mér finnst mikilvægt að halda íslenskuna og þá þurfum við að tala hana, við megum ekki bara öll byrja að tala ensku. Hún sjálfsmynd okkar, tungan, vegna þess að við getum sagt allt á okkar eigin tungu en bara það sem við kunnum í erlendum málum. Það mikilvægt að tala íslensku til þess að tala við aðra krakka. Til að skilja hitt mannfólkið. Við erum rosalega fá sem tölum þetta tungumál. Við viljum ekki að það deyi út. Á mörgum stöðum tala ensku en það bara á einum stað að tala íslensku sem svolítið gaman. Það skiptir svo miklu máli að ná tökum á tungumálinu vegna þess að þá nær maður tökum á sjálfum sér. Þetta náttúrulega bara geymsluhólf fyrir hugsanir þjóðarinnar. Það tungan sem sameinar okkur. Það ekki alveg landið sem sameinar okkur þó að það gerir það líka. Ekki vernda það, ekki geyma það eins og djást inn í skáp. Hún bindur svolítið saman þessa þjóð og þetta náttúrulega bara tækið sem við notum öll á hverjum einasta degi. Með þjóðargessum eins og landið og það ber engin ábyrgð á því að varðveita þetta tungumál nema við sjálf. Það svo margt sem við innflytjendur getum gefa til samfélagsins. Ég fæddist í Litháen og ég var þar í 6 ár og ég er búin að vera hér í 5 ár. Og það mamma mín var frá Spáni og svo hún fekk baby í Spáni og svo hún kom hérna og það var ég. Ég er blandaður. Ég frá Póllandi en ég tala íslensku. Ég byrjaði að læra íslensku því ég var 10 ára. Ég að læra íslensku. Ég kann svona ensku, pólsku, íslensku, smá rússnesku og smá spænsku. Vietnamsku, íslensku og ensku. Moldóvansku, rússnesku, litháensku. Með vinunum í skólanum þá það íslenska. Heima, pabbi heima og þannig þá það mikið þýska. Það svona fjölskyldu tungumál okkar. Pappans grískur. Serbnesku, íslensku, ensku og ég að læra dönsku þannig að svona cirka 4 tungumál. Ég að reyna að læra japansku. Það við Íslendingar verðum alltaf að læra önnur mál til að koma okkur til skila á heimskringlunni. Maður talar aðeins hraðar spænsku. Stundum gleymi ég orðunum á norska því að ég tala íslensku svo oft. Hún kemur frá Úkraínu. Ég íslensk en ég frá Litháen. Ég Íslendingur, já. Held að ég verði Íslendingur eftir 2 ár eða eitthvað. Þegar ég búin svona í nokkur ár hérna þá verði ég Íslendingur. Ég myndi segja að ég Íslendingur. Það skiptir bara engu máli hvað maður kemur, það bara að maður eigi vini bara í skólanum. Það alveg sumir sem tala alveg svolítið miklu ensku en það flestir sem tala íslensku sko. Hún finnst best að ég tala ensku við hann. Stundum gaman að tala eitthvað annað tungumál en maður talar alltaf daginn, þannig stundum tala ég ensku með vinkonum mínum og eitthvað þannig. Það náttúrulega mikið enskuslettur og það bara langflestir nota enskuslettur. En síðan líka sumir krakkar, bara íslenski krakkar, sem að tala bara ensku. Bara ekkert annað. Það má sletta pínlítið en ekki fara yfir í að sletta svo mikið að maður þekki ekki íslenskuna í gegnum það sem að verið að segja. Ef ég ætti að kenna einhverjum íslensku þá myndi ég tala alltaf íslensku við hann og ef hann skilur eitthvað ekki þá spyr hann mig bara og þá reyni ég að útskýra það handa honum. Reyna að segja, brosa og ef einhver tala íslensku við þeim, bara segja við þeim, viltu tala íslensku við mig? Ég myndi segja að ég hafi lært íslensku best því ég var að leika með vinum mínum sem töluðu ekki ensku við mig. Af því að þá þurftu þau nefnilega að útskýra fyrir mér hvað þau voru að tala með látbröðum og svona. Besta leið að læra íslensku bara að tala við fólk. Þeir læra þetta miklu betur með því að vera bara að tala við fólk.
Já, það er besta leiðin. Það er bara best að lesa bók og hægt og rólega. Og lesa. Ég horfa á íslenska þætti, lesa fleiri íslenska bækur og þannig. Mamma mín lærði íslensku frá bókum sem ég las. Læsi þarf að segja lestur, skilningur, ritun og tjáning er mikilvægasta lýðheilsumál þjóðarinnar. Þegar manni gengur betur að læra íslensku þá kemst maður meira inn í samfélagið og nær miklu betur að tengjast held í fólkinu. Það er ekki ein aðferð. Það er ekki einn besta. Það við erum öll einstaklingur og við lærum tungumál á mismunandi hátt. En öll aðferðum eru bestu leiðina. Sumir eiga kannski erfitt með að læra tungumál og sumir eiga auðvelt með það. Það er misjafnt eftir í hvaðan þú kemur, hvað þú átt auðvelt með að læra íslenskuna. Og ég sagði alltaf, góðan daginn, ég að læra íslensku. Og það getur verið gott áður maður byrjar að spyrja hvort að þeir vilji tala íslensku. Það hjálpaði finnst mér að því að fólk skiptaði þá ekki yfir á ensku strax. Þá fær maður leyfi til að gera smá mistök því að maður er nemandi. Má alltaf gera mistök. Maður lærir á mistökum. Leið og ég læriði þessi lykilatriði með að hljóðgreina og segja hljóðum og skoða hljóðum í orðum, þá fór þetta taka mál. Það á náttúrulega að vera skemmtilegt að læra tungumáli. Ég er bara að gera fullt af mistökum og orðaforði rangt, en það er bara þannig. Útlenska, hún liggur ekkert sérstaklega vel fyrir mér. Og ég þurfti bara aðeins að játa það fyrir mér. Þú gerir fullt af mistökum ég gerir fullt af mistökum á dönsku, á ensku. Bera virðingu fyrir þeim sem tala önnur tungumál. Það er auðveldara fyrir börn að læra tungumál. Þannig ekki vera feimin, ekki gefast upp. Þú veist, lesa fyrir bekkinn, það er stundum vandræðalegt. Því ég kann ekki stundum að segja orðin rétt. Það skiptir ekki máli að þú segir eitthvað vitlaust, þú munt alltaf að læra af mistökunum. Lykillinn að því að kenna öðrum íslensku er að sýna þolinmæði. Og sjálfum finnst mér skemmtilegast þegar að læra tungumál að byrja á orðaforða. Út af þegar maður kann orðaforða þá getur maður að byrja að nota tungumáli strax. Læra alls konar tricks að segja nú er það, já í alvöru. Og fólk held að ég skildi miklu meira en í rauninni gat ég skilja. Hérna. Herðu, já. Svona orð sem maður notar daglega, svo þeir myndu kunna að geta haft svona smá samræði við önnur fólk. Sko, ef maður hefur ákveðið að læra bara eitt orð í íslensku, þá ætti maður að læra já. Og því meiri sem við liggjum á okkur að læra það og treystu öðrum, því meiri íslensku þau gefa okkur. Maður getur tekið þátt í löngum samtölum bara með því að segja já. Og ef ykkur vil tala ensku við þeim út af því að fatta að þau eru ekki Íslendingar, út af heiminn eða eitthvað, þá tala þau bara aftur íslensku tilbaka við þeim eða spyrja, viltu kannski tala íslensku við mig? Að dæma ekki út frá útliti hvað tungumál fólk talar. Já, þetta er mjög fallegt tungumál og það er bara mjög gaman að læra. Þegar börn ná tökum á tungumálinu og þá fá þau sjálfstraust og með gott sjálfstraust þá fer maður bara á grænu ljósi í gegnum lífið. Þannig ég myndi segja ef þú vilt ná einhverju í framtíðinni á Íslandi þá er mikilvægt að læra íslensku. Þetta er svo fallegt tungumál og það er svo fullt af orðum. Tungumálið okkar er svo ríkt af geggjuðum orðum sem hægt er að vinna með alveg á endalausan hátt. Þetta tungumál, lifandi, það tekur breytingum, það þróast. I like the way people greet each other here. Komdu sæll og blessaður og vertu sæll og blessaður. Það er svo mikil velgengnisósk í þessari kveðju. Góðan daginn. It's not a question, it's a statement. I'm having a good day, you're having a good day, and if you're not, keep it to yourself, I don't want to hear about it. Ég veit eitt orð, ég var að læra í sumar. Imbakassi, svona sjónvarp. Mér finnst það rosa fyndið. Það er svo margt sem við innflytjendur getum gefa til samfélagsins og bæta við. Mér finnst orðið vettlingar alltaf mjög skrítið. Við vorum reyndar að tala um það eitthvað heima. Það væri svo skrítið handklæði. Maður klæðir hendurnar með vettlingum, þannig að þetta heita handklæði. Ég hvet fólk endilega til að bara bæta við flóruna á tungumálinu og koma með sitt eigin orð. Orðið nærbuxur, pínu skrítið, eru þá gallabuxur fjærbuxur.
Ég notaði orðið jæja bara í heilt ár og ég notaði orðið ókunningjur fyrir maður sem maður þekkir ekki, sem ég finnst bara mjög lógískt að gera. Æja, það þýðir svona leikbíl. Ok, það er kannski svolítið skrítið. Allir bara hlæja. Mér finnst orðið bessaleyfi ótrúlega skemmtileg íslensk orð. Hún er svona kekk. Mamma sagði þetta alltaf sko, hún er svo kekk. Þetta er mjög jákvætt orð. Þá var vinkona mín sem bauð mér dreitil af kaffi eða dreitil af vín og mér fannst það alveg óbúslega skrítið orð en samt mjög skemmtilegt á sama tíma. Hvað? Hundslappa... hvað það er? Hundslappadrífa. Það fyndi ég orð. Aldrei heyrt það. Langa afabarn. Verða heiða, vera vinnur, verkvara geimsliskur. Gaur. Ég er búin að ruglast mjög oft með orðum án þess að vita og einu sinni ég var í kóræfingu og spurði hvort það nauðsynlegt að mæta í búðingi heldur en í búningi og allir hló. Ég er til dæmis mjög gaman af svona uppfyllingarsetningum. Ég veit ekki hvað orðið jæja þýðir. Það er nefnilega það og jæja, er þetta ekki að vera búið? Það var og jæja, ég var komið til búð. Þetta er svona kítti í málinu. Já, þú segir það. Það er áhugamál hjá mér að tala aftur á bak, eða að segja setningar aftur á bak. Ég er til dæmis mjög mikið fyrir orð sem eru eins aftur á bak og áfram. Það er í miklu uppáldi á mér. Við kalla það samhverfur. Dagur íslenskar tungu, uppnútar snelsni í rugad. Það er orð eins og tillit, radar og ruglelgur. Viltu tala íslensku við mig? Ég hef þið uppsnersli í alla ditt líf. Orð eins og raksápuð páskar. Samsett orð, sjónauki, að auka sjónina. Að drepa titlinga, sem þýðir í rauninni bara blikka. Leppalaði. Mér finnst það ótrúlega skrítið að það er fugl sem heitir fíll. Mér finnst það eiginlega skemmtilegt orðin sem er ekki til í öðrum tungumálum. Fjárgluggur. Já, gluggaveður. Þetta er ótrúlega skemmtilega orð. Ég verður bara að viðurkenna það. Flest segja bara lögga. Hvað er lögregluþjónn? Hann passar upp á lög og reglur. Líkamsræktarstöð. Landnámsmaður. Hvað er að segja íslensku veðrið? Það er jafn skemmtilegt á Íslendingur. Þú veist aldrei hvað það fær. Það er mjög margir segja friðarsúlan, en við séum friðarljósið. Galgopi. Grásleppa. Uppstúfur. Bókaormur, það er bara eitthvað svona. Kjaftaskurr. Hornreka. Spékoppar. Eða lestrarhestur, bara aðal. Mér finnst orðið froskur skrítið. Lufsa. Þetta er ekki íslenska svolítið fyndin stundum. Líka fyndi hver er að búa til þessi orð. Já, og svo náttúrulega erum við svona fámenn á Íslandi að við þökkum fyrir síðast. Og það ég man ekki eftir þessi til í neinu máli og mjög erfitt að þýða það í bókmenntum.